Jæja, Sigurbjörn Bárðarson, ég sé að þú ert búinn að setja á þig sólarvörn, það þýðir að veðrið er á uppleið hjá okkur. Já, sá gul kominn, sko, en það hitastigið hækkað og það er orðið alveg bongóblíða. Við erum á 3. degi, við erum svona nálgast svona dag og á morgun svona flesti fara að vera búin að klára allavega eitthvað hérna og hefur náttúrulega bara gengið mjög vel hingað til. Hvernig er svona staðan á liðinu og bara stemmingin? Stemmingin er alveg eindæmi góð. Það er rosalega góð mórall og svona samvirkni í allir hjálpa okkur öðrum, náttúrulega einbyttir sér að sínu verkefni, en það er mjög góð mórall og það eru allir að gera sitt besta. Þetta er mjög jákvætt. Það eru til dæmis í 5 gang, þá fóru allir hestarnir í úrslit, ýmist A eða B. Og þannig að við stöndum alveg gífurlega vel að vígi og í yngri flokkunum þá náttúrulega vorum við þar með efsta hrossi náttúrulega í 5 gang líka. Þannig að það er rosalega gott og ég held að svona heilt yfir séð þá stöndum við vel undir væntingum svona sem að við vorum búin að setja okkur kannski ekki verið að gefa þær út en þetta er svona að ganga svolítið svona snuðrulaust áfram á þeim forsendum sem að við vorum að vænta. Að vísu er alltaf eitthvað sem ekki er að skila sér eins og á að gera. Það er bara keppnin og íþróttin eins og hún kemur fyrir. Það getur aldrei ætlast til þess að allt gangi upp. En heilt yfir séð þá er bara ánægja og við erum náttúrulega í hálfleik í Skeiði og þar býðum við náttúrulega bara eftir kvöldinu í kvöld. Þá er 250 metra skeiðinu lokið. Þar kemur óvænt innkoma hjá Elvari og Fjalladís. Það kemur óvænt innkoma þar, kannski ekki rosalega óvænt vegna þess að þetta blundaði alltaf í okkur þjálfurunum að þetta væri þarna, myndi koma. Hann er náttúrulega búinn að varðveita eins og gullmóla þessa hrissu og byggja hann upp af kostgæfni og núna er hann að uppskera sem hann hafði sáð náttúrulega. Þannig að hún svona rétti við skeiðhrossana var ekki alveg að gerast hjá hinum hjá okkur en þeir eru að kvöldið í kvöld og að sjálfsögðu þau eru 3 þar í eldri flokknum og svon Sigríður, hún er nú engin ökkvisi, hún á eftir að sína á sig klærnar, heldur betur líka. Þannig að þetta er í raun og veru svolítið ánægjulegt, þetta er gott mót, það er góður mórall, það eru frábæri knappar, góð stemning og já, það er bara, þessi, hvað maður segja, það er hérna nógu mikil hungur, það er hungur í að gera mikið. Það er það sem verður að vera með. Hungrið þarf að vera. Það er ekki nóg að vera með allt í kringu sig slétt og fellt. Það þarf að vera hungur í viðmönnum og það er til staðar. Og við reynum að varðveita það líka mjög mikið. Það er að segja að hver knapi, hann fær að halda sjálfinu sínu. Þannig að við erum ekki að breyta neinum knapa hérna úti. Hann ríður á sínum forsendum, hann kemst í liðið á sínum forsendum og hér er hann á sínum forsendum með kannski svona smávægilegum stuðning, þar sem við hjálpum kannski upp á einhverja komur og svona lagfæringar, en það er þeirra forsendur sem að skilja að komast áfram. Maður er myndið veldi fyrir sig, sko, Skeiði var í gær og 2 skeiðhestar sem við höfum fulla trú á að gera mjög vel í kvöld, hittu kannski ekki alveg á daginn sinn í gær. Er eitthvað sem þið gerið eða getið gert fram að deginum í dag eða reynið þið bara að leyfa þeim að finna út úr því eða bara hafa ekki ómiklar áhyggjur af því, bara svona fyrir fólk að vita, hvað getur maður gert á svona stuttum tíma? Það eru smá atriðin, við förum náttúrulega yfir boxinn, hvernig þeir fara út úr boxunum og hvað þeir eru að gera, við látum mynda þetta, skoðum það, förum yfir það eftir á og sjálfsögðu er fullt hægt að gera og ef maður sér að það þarf að breyta þyngd, það þarf að breyta aðkoma boxunum, hvernig þeir fara inn í boxi, af hverju fóru þeir á kistökki út eða kistök, af hverju fór hesturinn upp á miðjum spretti, hverjar eru orsakirnar, við greinum þetta. Og það er svona greiningavinna sem við förum í eftir að sprettunum lýkur, höldum egóinu áfram í knöpunum og erum ekki að tala neikvæðu hliðarnar, heldur jákvæðu hliðarnar, það er alveg leikur hérna að laga þetta. Og það er nú með þessa knappa, þeir eru hoknir af reynslu, þó þeir séu ekki hoknir af árum, þannig að þá er mikil skeiðreynsla hjá þessum knöpum og búnir að gera stóra hluti og við svona byggjum upp á þeirra grunni, númer 1, 2 og 3. Bara svona rétt í lokin, ég veit þú ert upptekinn maður, er eitthvað svona á bakvið tjöldin sem við kannski vitum ekki af sem er svolítið strembið og svona mótum, er þið búin að lenda í einhverjum vandræðum, var náttúrulega mikil rigning hérna fyrst, hvað hefur svona gengið á?
Sko það var náttúrulega himnarnir hellt úr skálum sínum hérna yfir okkur og það var gífurleg rigning, svæði var blautt og drulla, þjálfunar aðstæður voru íslenskar á köflum og bara unnu með okkur þannilega séð. Hitastigi var lágt miðað við hverju við áttum von á, flugan var í lágmarki og menn voru rennblautir og skítugir hérna út af því að það var allt svo á kafi drullu hérna. Þetta virkaði bara ágætlega á okkur og maður átti að vera væli við þessu því að þetta byggir okkur bara upp og þetta eru bara aðstæður sem við erum alltaf með heima af og til. Þeir þættir eru sem sagt svolítið svona borðliggjandi að líta jákvætt á það neikvæða og síðan eru það hlutirnir sem náttúrulega við erum alltaf að glíma við að það er sko ferðin, sem sagt flugið, lendingin, flugvélin að taka sig upp og flugið yfir hafið og síðan lendingin, nýtt umhverfi, hestarnir svona fara aðeins inn í sig. Og þeir eru ekki, við setjumstum ekki á þá eins og við fórum að staða heimann og við þurfum að byrja svolítið á smá byrjunarreit á köflum og byrja bara að labba og trimma það og fá þá til þess að aðlagast nýjum og breyttum aðstöðum, loftslagsbreytingar og aðstæður, skógurinn, þrengingarnar öllu, bílar, hljóð, hjól, það er allt saman sem er svolítið nýtt fyrir okkur. Þetta er allt á svo þröngum vettvangi miðað við hvað við erum að venjast heima og það er svo að komast í gegnum þessu spennustig á jákvæðan hátt. Það er það sem skiptir svo miklu máli. Og þetta eru svona þessi þættir sem við erum að halda utan um okkar fólk með, að láta það ekki fara að gera of mikið. Fara ekki við striki með hestana, það er spenna í hestunum og þá kemur oft þetta að það þarf að tappa spennuna af, það má ekki gera oft á tíðum, heldur þarf maður að vinna sig út úr spennunni. Ekki að fara að tappa af með því að fara að láta hestinn gera of mikið, láta hann taka á og láta hann puða bara og fá úr honum spennuna því að spennan hún er undirliggjandi af umhverfinu oft og þess vegna þarf að fara mjög varlega í þessa hluti. Þannig að það er svo að mörgu að hyggja mataræðið, það þarf að passa upp á það gífurlega mikið, svefn, það þarf að passa upp á hann, þetta er allt saman sem spilar stóra rullu inn í þetta. Og það er verið að kappkosta hjá okkur að vera með heilsusamlega fæðu, ávexti og bjóða upp á vatn og passa upp og þetta sé allt í staða fyrir knabbana. Það er svona mörg smáatriði sem tínast inn sem að skapa þessar heildarmynd sem við erum í núna og hafa ekkert áreitaðum í sambandi við skrifstofuvesinn, það er gífurlegt vesinn í sambandi við bókanir og afskráningar, þjálfuna tíma og þetta og hitt sko, þannig ótrúlega mikið. Þetta er eiginlega djöfn fyrir einn mann að vera í þessu bara. Þannig að þetta eru svona margir hlutir sem við þurfum að íhuga og halda utanum og passa að fara ekki inn á knappana. Halda þeim bara, þeir eiga að ríða, vera tilbúinir inn á hringvellinum og vinna til afreka. Það er þeirra verkefni og þeir þurfa að fá að vera í sem mestu friði við að hugsa og hugleiða og gera sig klára fyrir þetta. Sigurbjörn Bárðarson, takk kærlega fyrir þessa mínútur, við vitum að þú ert upptekinn og áfram Ísland. Takk fyrir og takk fyrir ykkar stuðning sem er frábær og þetta sem þið eru að gera, það er mjög mikilvægt fyrir okkar íþrótt. Hafið þið þökk fyrir heiðfagsamenn. Takk fyrir það kærlega.